Nú er það svo að mjólkurverðshækkanirnar, þær verða hjá verðlagsnefnd búvöru. Það er sjálfstæð eining. Það er nú bara miklar efasemdir um það. Það er sjálfstæð eining sem starfar algjörlega óháð mjólkursamsölunni og tengdum fyrirtækjum. Þáttur verðlagsnefndar búvöru er ekki síst athyglisverður í málinu en þar er að ræða opinbera nefnd sem starfar í umboði ráðherra landbúnaðarmála. Verðlagsnefndin er skipuð 7 mönnum og ákveður afurðaverð til búvöruframleiðanda og verð búvara í heildsölu. Samkvæmt skýrslu Samkeppniseftirlitsins gegndi nefndin lykilhlutverki í því að aðstoða mjólkursamsöluna við að réttlæta samkeppnisbrot sín. Það vekur enda athygli að í þessari opinberu nefnd séu 4 af 7 fulltrúum beint eða óbeint fulltrúar mjólkursamsölunar. Bændasamtökin eiga 2 þessara fulltrúa en samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði 2 fulltrúa. Þau samtök eru raunar eins konar yfirfrakki mjólkursamsölunar en það eru aðilar að þeim, mjólkursamsalan og kaupfélag Skagfirðinga, einn stærsti eigandi mjólkursamsölunar. Annar fulltrúi samtakana er framkvæmdastjóri framleiðslusviðs mjólkursamsölunar en hinn fulltrúi þeirra í nefndinni er stjórnarmaður í mjólkursamsölunni. Aðrir fulltrúar eru Ólafur Friðriksson, fulltrúi ráðuneytisins og 2 fulltrúar stéttarfélaga BSRB og ASÍ. Ólafur Friðriksson er skrifstofustjóri landbúnaðarmála í ráðuneytinu en hann var áður kaupfélagsstjóri kaupfélags Skagfirðinga og því má segja að hann geti talist 5. maðurinn í nefndinni sem tengist MS. Samkeppniseftirlitið vekur athygli á því að í nefndinni sitji í raun starfsmaður stærsta fyrirtækisins á markaði en að keppinautar hans eigi þar engan fulltrúa. Samkvæmt skýrslu eftirlitsins virðist þessi opinbera nefnd hafa samþykkt tillögu hækkun hrámjólkur til samkeppnisaðila mjólkursamsölunar árið 2009 að frumkvæði fulltrúa mjólkursamsölunar. Í skýrslu Samkeppniseftirlits segir þetta. Af þessu leiðir að öll framangreind verðhækkun sem ákveðin var á fundi verðlagsnefndar, ákveðin af nefnd þar sem starfsmaður mjólkursamsölunar situr, lenti á keppinauti MS en verð á hrámjólk til mjólku hækkaði 7,6%. Á sama tíma hækkaði verð til vinnslu MS og KS ekki þar sem lágmarksverð bænda stóð í stað. Með öðrum orðum þá samþykktu stjórnvöld að hækka verð til eins aðila á markaði en ávinningur þess fór einungis til mjólkursamsölunar og kaupfélags Skagfirðinga án þess að bændur fengju hærra verð eins og Samkeppniseftirlitið vekur sérstaklega athygli á í úrskurði sínum. Stuttur síðar sendi Mjólka kvörtun til verðlagsnefndar vegna hækkunarinnar en þá bar svo við að nefndin fól starfsmanni mjólkursamsölunar að vinna útskýringu á hækkuninni til að svara Mjólku. Mjólkursamsalan sem hafði þarna náð í gegn leyfi til að hækka vöruverð til keppinauta síns fékk samkvæmt þessu það hlutverk að svara keppinautnum fyrir hönd hins opinbera. Nú er það svo að mjólkurverðshækkanirnar, þær verða hjá verðlagsnefnd búvöru. Það er sjálfstæð eining. Það er nú bara miklar efasemdir um það. Það er sjálfstæð eining sem starfar algjörlega óháð mjólkursamsölunni og tengdum fyrirtækjum.